Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, við ætlum að skipta úr körfuknattleiknum yfir í íshokkíið en já, hertsdeild karla eins og svo kölluð, hún hefst bara annað kvöld og á línuna er ég komið með meistarannan Egil Þormósson, íshokkíleikmann. Komdu bless og sæll, höfðingi. Blessaður. Hvernig hefur það? Ég hef bara nokkuð gott sko. Já, svona áður við förum í tímabilið sem er að hefjast, þá kannski, já, hvað eru íshokkíleikmenn búin að vera að gera sér í sumar? Það er bara búin að vera í fríi svona mest með sumar, ég verður að segja hann. Búin að æfa mikið svona síðustu 2 mánuði. Já. Þannig að það er fullum undirbúningi núna búið að vera fyrir tímabilið? Já, alveg klálega. Við byrjum að æfa á ís í byrjun ágúst. En þá aðeins fyrir hlustundur, þú ert náttúrulega, kannski þú kynnið, þú ert náttúrulega búin að vera hvað lengi í íshokki og með hvaða félagi spilaru? Ég er búin að vera í íshokki sem ég var 5 ára gamall og ég var í skautafélagi Reykjavíkur en skipti yfir í ESI þegar ESI var til. Já. Fyrir 2 ára. Já, það er fornfræga félag? Hæ? Það er fornfræga félag? Já. Já, en já, tímabilið í fyrra, það var já, mjög jöfn og skemmtileg deild í fyrra. Já, það hefur ekki verið jafnari í langa tíma sko. Við endum í öðru seti og náðum ekki að stöða Akureyringana í þetta skipti. Nei, það var öll í séns og komast í úrslitakeppnina eiginlega nánast allt tímabilið. Það riðist bara á síðustu leikjunum sko. En í ár þá eru það ekki skráð 4 lið til leiks? Jú, og það eru eins og fyrra. Já, Björninn og skautafélag Akureyrar og SR skautafélag Reykjavíkur og svo þið í ESU-ni. Já. Það eru það ekki búið að vera heilmiklar hreyfingar í svona sumar í félagsskiptaglugganum? Já, það eru búið að vera svona, já, svolítið mikið sko, en Björninn er búin að styrkja sig mjög mikið. Þeir fengu tilbaka Brynjar Bergmann sem var með okkur í fyrra og svo fengu þeir Ingþór Árnason sem er landsliðsmaður var að koma heim frá útlöndum sem er Akureyringur. Já. Þannig að síðan veit ég ekki alveg hvað þeir eru búin að gera í útlendingamálum, ég er ekki alveg klár að því. Nei. Við erum búin að bæta við okkur alveg nokkur leikmenn líka, svona strákar sem eru að koma heim frá útlöndum. En já, að ykkur sjálfum, það er náttúrulega stutt síðan þið byrjuðu að taka þátt á Íslandsmótinu í leik og já, þið voruð það ekki heilmiklu vandræðum að fá bara tíma og aðstöðu fyrst? Já, það er bara var að leysast bara núna fyrir stuttu. Þetta aðstöðumál þar segja. Við erum að fá klefa núna, bara erum við að fá smíðan sjálfur niður löpul. Já. Það er mjög gaman og annars var þetta bara tvísýnt hvort að þessi eru með í vetur, alveg þangað til að þetta kom í ljós. Það bara kom í ljós fyrir einhverjum mánuði síðan. Það er kannski ekki allir sem að áttar sig á því bara að klæða sig í búningi. Það er nú ákveðin og fara úr búningunum. Þetta er nú ekkit að auðveldast í heimi. Já, þetta er alveg nauðsynlegt að vera með aðstöðu sko. Það er vel að skiptir inn miklu meira máli í þessu sport heldur en þessu fótbolta handbolta eitthvað sko, sem að menn mæta bara með hlaupaskó og stuppur og svo leiði sko. Já. En það er gott að heyra að þið eru konum með aðstöðu og já, þið hef ég leik bara morgun gegn Birninum svona eina og sáleikur er það ekki bara í annað kvöld? Jú, klukkan 8 annað kvöld held ég. Já, í Laugardalnum. Já. Þannig að það verður fjör að fylgjast með þessum leik. Já, þetta verður mjög skemmtilegt. Já, nákvæmlega. Já, og svo mætast þarna erkifjendurnir Akureyri og Reykjavík fyrir norðan næstu helgi. Já, skilt það. Já, einmitt. En svona
Já, sorry. Já, en hérna eins og með okkur Íslendingar, það er ekki auðvelt fyrir, já, ísokki iðkendur að komast að, má segja, í gennum tíðina. Talað bara það, Svona ég skil ekki alveg. já, bara það eru náttúrulega svo fá að skautahallir. Já, hann alltaf vantar alltaf fleiri skjötu allir, sko. Það eru allar alveg sprengtar í rauninni, þú veist, notkun á ístímanum í öllum, sko. Það er rauninni bara næsta dag, sko, að fara að fá nýja skjötu allir einhvers þar. Já, nákvæmlega. Vonandi gerist það einhvern tíðan á næstinni. Já, nákvæmlega. En leikurinn annarkvöld klukkan 8 og já, þið bjóðu upp á veislu og já, þið það ekki skelli bara byrninum? Jú, það er margt með, sko. Já, nákvæmlega. Og en, já, svona stærstu verkefni það er náttúrulega búið að vera, já, heilmikið þróun hjá íslenska landsliðinu okkar. Já, það er alltaf, landsliðið okkar er alltaf uppleið, sko. Það er bara, það er undirbúningur hafinn fyrir næstu heimsmeistarmót sem er á næsta ári, apríl. Ég held að stefnan sé bara sett að komast upp með riðil í ár þar. Þannig að það verður gaman að sjá. Það er alveg riðil núna sem eigum að geta gert eitthvað glóriður í, sko. Ekki af sterkur hefur verið síðustu 2 ár. Nei, nákvæmlega. En þróunin er hins vegar búin að vera góð núna í íshokkinu að það má sjá að það sé að fjölga heilmikið í yngri flokkum hjá félögum. Já, það er búið að vera fjölgun sérstaklega fyrir norðan held ég og upp í Egilshöll, ég veit ekki með skautafélag Reykjavíkur en jú, það er alltaf eitthvað svona, það er jákvæð þróun í þessu, sko. Já, nákvæmlega. Og þú þekkir ná væntanlega, ef maður fer út í annað, kom aldrei neitt annað til bóða heldur en íshokki? Stundar aðra íþrótti með þessu? Ég var alltaf í fótbolta á sumrin bara. Já. Markmaður í fótbolta. Já, markmaður í fótbolta? Já, svona fylgja með? Já, það íshokki var alltaf með reitt, sko. Egill Þórmarsson, þakka að kellaði fyrir að gefa okkur tíma og já, að gera fjölmenna í Laugardalinn á morgun fyrsta leik. Já, bara allir að mæta klukkan 8. Já, bestu þakkir. Já, takk fyrir. Bless. Já, leikurinn í Laugardal klukkan 8 og að gera að skella sér því að þetta er eitt skemmtilegasta sport sem þú getur fylgst með. Það er nú bara þannig. En við ætlum núna að stulla yfir í handboltan og línunni hér innan skams fyrir hann Gunnar Magnússon, þjálfari Hauka sem að unnu Selfyssinga núna. Það var heilumferð í Ólafsdeild karla í handboltan núna í kvöld og já, Haukar unnu Selfyssinga 31-34, Afturhelding sigraði Fram 32-25, Grótta sigraði FH 30-24 og Stjarnan sigraði Val 22-21. Svo voru IBF og Akureyri sem áttustu í gær og þar hafði IBF betur 25-24. Gunnar Magnússon er næsti viðmælandi hér. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Dúndur